Já, komið þið sæl, Rauðaborðið heldur áfram og nú er komið að þættir sem við köllum reynslubolta. Ég er með 3 gesti, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur hjá Mjólkursamsölunni, Magnús Einarsson, bara tónlistarmaður. Jú. Er það ekki? Jú. Já, og varst náttúrulega lengi í útvarpi. Jú, og ennþá viðlóðandi í útvarpi, en... Já. Svona... Já. Þannig að þau sem hlusta okkur bara í útvarpinu sjá okkur ekki, þeir þekkja kannski röddina. Kannski, já. Já, þú hérna kannski komaði betur eftir en þokkabótið með svona endurkomu. Já, þetta er hljómsveit sem var starfandi fyrir 50 árum. Já. Og gaf út nokkrar plötur. Ég var á fyrstu 2. Já. Og það verða tónleikar í salinu núna fyrsta, löngu uppselt og verða sjálfsagt einhver auka tónleikar þegar framleiða stundir. Já, við sitjum við því. Já. Og Sigrún Jónsdóttir, sjúkraliði. Fyrrverandi, já. Ég hætti aldrei að vera blaðamaður, ég vil ekki vera fyrrverandi. Nei. Já. Ég er fyrrverandi svo margt. Já, svo það annar mál, sko. Svo það annar mál. En þegar við erum að, þeir töluðu saman í sími í gær, Trump og Putin, og bara leiðilega og við skellt á að þá byrjuði bara heljarinnar árásir á Úkraínu. Já. Voru við ekki að vona það að það kæmi eitthvað hlé fyrir þetta blessa fólk? Jú, að sjálfsögðu, ég menna öll stríð eru vond. Já. Og þetta er alltaf spurning um ökonómíu. Já. Öll stríð eru ökonómísk stríð. Já. Og það er greinilega verið að reyna að skipta á milli, skipta upp, ég meina þeir að reyna Trump vil fá hluta af því sem að er þarna í boði. Já, ég vil beru ofan á tertinu, hann vil fá það besta. Já, og svo náttúrulega er þessi maður, þessi Putin hann er ekki bara ólíkindatól, hann er hvað við segja, valdasjúkur, hann er ófyrirleitin, ég meina, hann er andstæðingar að segja, ef þú hallmælir honum, þá áttu það til að detta út og glugga á 10. hæð. Já. Hann er þannig, þannig manneska, þannig óþverri. Já. Þannig að það er nú ekki mikla friða líkur hérna, því miður. Nei, ég segi það líka, þetta horfir ekki vel hvað friði snertir á þessu svæði og svona furðulegar kröfur sem að aðilar koma sífellu fram með og stærsta hindrunin svona í augnablikinu verið nú til dæmis vera ef að Putin er ekki til viðræðum frið nema að Úkraínumenn drægi úr sínum herstyrk og hætti að þykja erlenda stuðning. Nú, hvað þýðir það í raun og veru? Þannig að það virðist ekki vera neinn raunverulegur vilji þarna og síðan eins og Magnús segir þarna verið að skipta náttúrulega því sem er verðmætt og það er mikið kapplöp allstar í heiminum dag aðgengi að sjaldgæfum málmum til dæmis og þarna er að finna í nýjustu örgjörfa sem að hagkerfi heimsins munu byggja á næstu árum og kapplöp, hefnagslegt kapplöp mun ganga út á að vera með hraðvirkustu örgjörfana. Já. Þannig að það er margt undir þarna en því miður þá horfir ekki vel. Nei, þetta er svona meiðandi fréttir. Við erum komið nóg að þessu. Þú talar að við vorum kannski höfum allir verið með vonum að eitthvað færi að breytast til hins betra. Ég vonaði það sjálfsögðu en ég átti ekkert vonaði. Nei. Með hvorugan þeirra, mér finnst bæði Trump og Putin bara hálfklikkaðir. Já. En við getum verið með greiningar og allt fólk, sko. Já. Mér finnst þið klikkaðir. Já, þú ert ekkert einu það. Ég held að þetta er svo mikil vonbrigði líka. Já. Við hefum ekki verið með stríð svona nálægt okkur, sko. Bara ekkert okkar mann eftir því, sko. Mér finnst nú kannski vonbrigðin ekki síðri, sko, varandi Trump sem hefur nú viljað vera svona maður friðar og geta kannski, já, sem við segja, hún er gangið það til að fá Nóbelsverðlaunin í friðarverðlaunin, sko. Það sé svona einhvert agenda hjá honum. En hvernig mál hafa þróast í Ísrael og Gaza eru kannski ennþá meiri vonbrigði þegar Trump á í hlut. Maður hélt kannski að hann myndi halda betur á þar. Já. Og ósmekklega heitin í honum með Gaza, sko. Bara að ryðja rústónum hann í burtu og búa til bara sælu reip bara í blóðbollinu miðjum, sko. Óskiljanlegt. Já, allt hans tal náttúrulega í varðandi útþenslu Bandaríkjanna og taka innlima Kanada, Grænland og hvað einna, sko. Já.
endurskýra Mexikóflói hefur heitið það í 550 ár nú á að breyta það eitthvað svona imperialísk svona bílun sem þarna komin í gang bara Ameríkuflói það komið á ykkur landakort sko. Já, það nú fleiri dæmi svona, Dumbshafið heitir það ekki Noregshafi í dag til dæmis, það ekki rétt með hjá mér? Þannig að það eru svona fleiri sem hafa farið á undan með þessu fordæmi allavega, en ég ekki að réttlæta þetta, mér skilja mig þannig. Nei, þetta eitthvað svona, ég veit ekki, svona hégum í þessu virkar á okkur líka. Já, nákvæmlega. Það ekki? Já, þetta eru ekki góðið gæjar, en hérna, sko, þetta þýð það, að við erum að breyta til dæmis heiti á utanríkisráðuneytinu yfir utanríkis- og varnarmálaráðuneyti og við erum að grípa til varna með einhverjum hætti sem líka alveg nýtt hérna. Við höfum verið bara vopnlaus þjóð, nú tökum við þátt í Úkraínu, vopnakaupum. Erum við komin á langt? Aldrei, finnst við það? Já, mér finnst það. Mér finnst við ættum að stöðla því að frekar að kaupa, sjúkragögn, heldur en vopn. Hlúa þeim sem eru særðir, frekar heldur en að reyna sjá til þess að fleiri verður drepnir á særðir. Þannig að ég finnst sko, ég man ekki hvað hann hét, danski þingmaðurinn sem sagði við skulum leggjum bara niður herinn, setjum bara sjálfsvari í síman, við gefumst upp. Já. Því að ef rússar allir stríð gegn Danmörku, eða bandaríkjamenn, eða hverjir, þeir myndu kannski að ráða við her frá Íslandi. Já. Nei, en það sko alveg agalegt fyrir þess færri fámennari þjóðir alltaf að segja að þurfa að koma sér upp vörn gegn hverjum sem við getum það náttúrulega aldrei. Nei sko, núna er það vopnaframleiðendur sem hlæja alla leiðin í bankan og brosa breytt. Já. Og hefur alltaf verið þegar stríðir annars vegar. Núna er verið að dæla sko 100 milljarða evra í vopnakaup. Já. En þetta eru sko hlutir sem að ungt fólk á Íslandi sérstaklega, og auðvitað við sem eldri erum líka, við höfum náttúrulega aldrei haft þetta í okkar DNA að vera tengd hernaði eða eiga ættingja sem eru hermenn eða neitt slíkt, en þetta allt mjög fjarlægt okkur. Og ég heyri það allavega ungu fólki kringum mig að það skilur ekki hvað þetta á að fyrirstilla eða leiða til sko. Ef ykkur Íslendingur hefur farið eitthvað áfram í ykkurum erlendum eitthvað fengið að vera aðmýrátlega eitthvað heitir, að þá hefur bara verið viðtöl við viðkomandi blöðum bara og fjölmiðlum fyrir það eitt að hafa verið í her. Þetta svo langt frá okkur. Þetta svo mjög langt frá okkur. Þetta undantekningin. Já. Þetta hérna. Og þetta náttúrulega vandamál bara eins og á Norðurlöndunum þar sem þetta nú miklu nær fólki að þar samt ekki áhugi hjá ungu fólki að gerast hermenn eða neitt slíkt sko. Þannig að hverjir eiga að vera í þessum stígvélum sem á að setja hermennin í, það óljóst sko. Já, ég á nú hérna svona í Svíþjóð sem 18 ára, rétt að vera 18 ára, hann spýður sko herskilda. Já. Að gæti komið sér hjá hann, ég held að hann alltaf ekki að gera það, hann bara að gera eins og hinnir. En þeir eru svo sem ekki inn í stríði núna, en þetta ekkit svo sem sko æviráðning, þetta bara, herskildan bara stutt, bara inn af ár held ég. Já, það sem gerist í framhaldinu það að þú verður í einhverju varaliði. Já. Sko og þarna. Já, ég hitti eins og mjög fullan Dana sem var svo stoltur af því að hann var svona vara. Heimavarnarkall. Já, gerði mikið úr því sko. En það einhvern veginn þannig, þá þeir búin að munstra á inn. Já, fá þjálfun. Já. Og þá er til kalls ef Já. Ég að ringi auðvitað minn. Ég þekkti aðeins til sko í Bretlandi á sínum tíma. Já. Og þar var ungt fólk sem gekk í herinn til þess að komast í frítt nám. Þú gast lært þar alls konar iðn, hjúkrun og fleira og þurftir ekki að borga fyrir að eða búa, þú fékkst allt frítt af því þú varst að gera þetta í hernum. Og ég hugsaði svo sem ekkert það, en við erum þjóðfriðar og eigum ekki að vera að borga fyrir vopn, við hljótum að geta látið peningin fara í eitthvað annað.
sem kemur fólki vel. Já, við myndum vilja það. En þegar að tala þetta, vitið þið hvað hlutverk Elisabeth Englandsdrottning hafði þegar hún var í hernum? Hún var bílstjóri. Bílaviðgerðarmaður. Já, bæði reyndar. Já. Og ég sé myndir af henni þar sem hún svona hálfvoni í húttinu, hálfvoni í vél og einhverjum bíl að gera við. Á landróður, hún er alltaf með landróður. Þar var herrtrukkur eitthvað sem var að gera við. Það var fræg sagan af henni þegar að kóngurinn á Sádi-Arabíu kom í heimsókn. Og hún sagði, ég ætla að fara með því, keira með veiðilendur grúnunar. Þetta var upp í Skotlandi. Já, og kóngurinn fer og sest hún undir stýri og keirir eins og skrattins hjá hælunum. Og það, upplýtt og kónginu var alveg skelfilegt þess að þar í landi fengu konur ekki bílpróf. Alls ekki, Hún gerði þetta bara til að stríða. Gefið óþarlega mikið í bara til að... Já. En svo var það líka þegar Trump heimsótt hana, munið þetta í því, þegar hann tóð fram fyrir hana. Þetta lýsir manninu mjög vel. Hann er ekki búin að kynna sér protokólin heldur. Ætli hann hafi nokkuð haft áhuga á að tilnýta sér einsinni? Nei. Mörgum finnst þetta allt í lagi, en ég held að Bretum hafi fundist þetta alveg skelfilegt. Já, ég er alveg vissið það. Þetta er óþarfi. Algjör óþarfi. Já, svona asnaskapur, Herðu, en hérna, ef við förum nú bara í eitthvað svona skemmtumál hérna heima, nú lækkaði Seðlabanki stýrivexti. Já. Hvað er konið niður í? 7,75. 75, eitthvað þess. Já, ekki. Ég kann ekki töluna, nei. Þetta var ekki mikið lækkun. Nei, þetta var svona allt í samræmi við væntingar og við vonum náttúrulega bara að þetta haldi svona áfram. Já, það sé eiginlega stefna svo að vera 4% stigum yfir verðbólgunni. Já. Það sé alltaf 4% raunvextir. Eins og það er náttúrulega markmiðið að komast lægra með það. Markmiðið að komast lægra, ekki 2,5% sem markmið? Jó, sem verðbólgumarkmiðið, Jú, það er nú... Við höfum nú farið duglega yfir það oft á tíðum. Já. Og nýja ríkisstjórn eða svo til. Já, hún er nú ekki búin að sitja svo sem lengi með þing yfir sér. Nei, það er mjög verið einhvern veginn ganga hraðar undan ráðurunum núna heldur en það eru oft áður. Fylgst með þessi mörg ár, mér finnst þetta... Já, viðskiptablaðið allavega dróga ekki af sér að bera saman umhverfis og loftslagsráðherra fyrir ríkisstjórnar og þennan sem að nú hefur tekið við. Já. Hann er alltaf búin að minnstu að sömuleyti hrista upp í hlutunum hann Jóhann Páll. Já, en svo segja nú fyrrverandi stjórnarsinnar, þeir sem stuttu síðustu ríkisstjórn, þeir segja að þeir séu svolítið að vinna úr máli sem voru tilbúin í ráðuneytinu. Þegar að Sigurður Ingi og fleiri stóðu upp og það að ný kom og opnaði skúfurnar og voru það bara bönns af góðum frumvörpum. Eitthvað er örugglega þannig og það er sjálfsagt bara eðlilegt. Já. Ég er ekki að þakka fyrir það að vera að taka málin þeirra. Jó, ég sé alveg verið að gera grína þeir segna sér eitthvað sem aðri gerðu. Já, ef það er þannig, en ég held einmitt að svona samfella og það sé ekki bara allt upp úr skúfunum og nýtt niður þar þó nýjir tæki við. Ég held að samfélagi þurfa ekki á því endilega að halda, Nei. Það er svona, ég held að freka falli til að vekja óöryggi bara meðal okkar. Já, nei, svo er þetta kannski líka eitthvað mál sem bara er sjálfsagt bara. Akkurat. En lásið þið bréf Guðn Ágústssonar til Sigurðar Inga? Já, nei. Last hana? Já. Ég heyrði bara af því. Hann skóð ekkert þetta eða kallinn? Nei, hann er ekkert vanið því heldur. Nei. Það hefur komið óvart að hann hafi verið eitthvað hátilegur og kurteis. Já, nei, þarna var bara ákall bara að virða flokkinn og flokksmenn. Já, það er greinilega einhverja væringar innan Framsóknarflokksins eins og í fleiri flokkum nú til dags. En þó það nú væri innan Framsóknar, sitja eftir með 5 þingmenn, voru með 18 áður. Já. Það er ekki rétt með það, töpuð 13 þingmenn. Þeir kunna alveg að fara í svona erjur, Framsóknarmenn. Þeir kunna alveg að fara í svona erjur. Nei. Og lenda í því. Já, þeir eru alveg í skrapa botni núna. Þetta er ekki flokkurinn, er umlega 100 ára gamall og hefur aldrei fengið svona slemma kosningu.
Nei, og þróunin hefur heldur ekkert verið neitt voðalega jákvæð fyrir Sjálfstæðisflokkin. Nei. Og hann var í fréttum upp á dag í rúma viku og þeir bættu 1% við sig í könnunum. Já, rétt skriði við 20, eða ekki? Já. Það nú ekki svona, við bendir ekki til þess að hann sé mikil sókn. Nei, svo annað í því. Við sem höfum kannski verið svona, þegar Sjálfstæðisflokkurinn var ríkisstjórn, við sem vorum að kritísera eitt annað og finna að og fenguðu kannski bátt fyrir eitthvað staðar, að núna eru bara þingmenninni sem eru núna, þeir eru raunverulega að, hvers skipti sem þeir skrifa eða tala, þá eru þeir raunverulega setja út á stjórnartíð Bjarnar Benediktssonar. Já. Já, þeir finna svo mörg, að það þarf ekki breyta svo miklu, að ég tekið þannig að þetta er bara, sem sagt, mjög hörð kritík á Bjarnar. Já. Ég tek nú undir þetta með svona margt sem hefur verið sagt síðan að þetta nýja þing var kosið sem kemur úr þeim herbúðum svolítið af þessum toga. En með Framsóknarflokkinn, þó ég sé nú ekki neitt sérfræðingur í honum, þá held ég að það sé nú bara réttmætt að menn séu nú að horfa svolítið í eigin barm þar og ekki vanþörf á eftir svona útkomu. Já, með 5 þingmenn, þeir komu 3 kjördæmin, það eru sem sagt 3 kjördæmi sem eru enga þingmenn. Já. Þetta er alveg bástaða. Þetta er sögulegt. Þetta er sögulegt og í dauðafæri að fara eins og hjá Vinstri grænum ef að þeir hristi ekki vel upp í hlutunum. Já, þeir eru náttúrulega bara bakka niður. Já. Hún segir starfsfólki, nei það er ekkert. Þeir eru að minnka við þessi húsnæði og... Það lítur að vera. Dragverður starfsemi. Er þetta bara að leigja Airbnb upp í Skipholti? Nei, þeir Vinstri græn. Nú Vinstri græn, þú veist að komið þanga fyrir ekki. Já. Nei, þeir eru á Hallveigarstöðum og eru búin að fá eitthvað minna rými þar sem er að pakka niður í kassa bara og flytja sig. Þannig að það er alvarleg staða. Já, herriði... Og þau viðurkenna það. Já. Þau eru ekkert í fílu eins og Sigurður Ingi og... En skiljaðu samt af hverju þetta gerðist þegar þú segir viðurkenna það? Já, hjá þeim? Já. Af hverju fóru snilla? Já. Ég veit að ég er ekki, bara það, þegar þeir myndur ríkisstjórnar 21, er það ekki, fyrsta? 17, ekki? Já, en sluppu, þeir fengu ekki slæma kosningu þarna eftir COVID. Nei, alls ekki. Nei, stjórnarflokkarnir þá fengu alveg ágæta kosningu 21, að þeim þóttist taka svo vel í COVID. Já. En svo þegar, halda þær áfram, og svo þegar Katrín fer, ég veit ekki. Nei, ég er ekki með svarið, en það getur að vera grundvallar spurning. Já, veit ekki svar. Mér fannst eins og Katrín hún gerði flokknum engan greiða með því að vera bjóða sér fram til forseta. Alls ekki. Alls ekki. Þannig að hún tók ekki flokkin fram fyrir sína hagsmuni. Nei. Og þar kom varaformaður Guðmundur Ingi Guðbrandsson, þá var hann starfandi formaður og með Bjarna og Sigurður Inga, þetta svona langveikasti maðurinn í þeim hópi. Já. Og svo bara var ekkit þessi við bjargandi greinlega. Nei. Ég er svona að vera að velta fyrir mér hvað verður vinstrið á Íslandi? Ég þann það. Er samfylkingin vinstriflokkur? Nei, þau telja sig vera miðjuflokk, þau hafa alltaf sagt það, eða ekki? Hægri krattaflokkur. Já, en þau eru í borginni til dæmis, þá eru það sveigja hans til vinstri. Jú. Þau verða eiginlega að gera það er þeirra líflína í pólitík núna. Já. Held ég. Já. Það er mjög skrítið ef það er ekkert svar við eftirspurn eftir vinstri öflum í stjórnmálum í Íslandi. Já, það voru nú þetta er hátt í 20% atkvæði eitthvað sem að fóru bara. En það er ekki svar ef að þau ná ekki að koma sínum röddum inn í þingi til dæmis. En svo veit ég ekki, þetta er okkur píratar eru flokkar alltaf sem vinstriflokkar. Nei, þeir eru alveg hægri, ég hef alltaf talið að vera hægri flokk. Já. En þá er það nú lítið til skiptana, þá er þetta ekki nema 8% eitthvað sem að Vafki og sósíalista fengu. Nei, einmitt. Ekki nema, það eru 4-5 þingmenn. En, hafið fylgst með
undirskriftastríðinu. Aðeins. Já. Út af hvað gengur það? Halla Tómasdóttir. Já, það er undirskrift, já. Já, Halla Tómas. Og svo hérna Dagur fór í stuð, Dagur Bjarkjarsson, og hann les út úr hérna, þetta er í mokkanum, og ritstjóri mokkans að þegar hann les undirskriftin hans, þá les hann annars svona GMMTNNNM. Það er undirskrift af svona, sko. Ég er ekkert með henni hérna þegar ég sé hana. Ég sá þetta, já. Já, hann hérna, mér finnst það fyndi hjá hann. Já. Mjög svo. Ég finnst þetta svo bara dapurlegt að vera að gera þetta einhverju máli, sko. Já. Ég verð bara að vera þar. Já, mokkin er bara í fílu, já, út af allt og öllu. Mjög margir sem að stuttu, sé ég, á mínu vinalista, sko, Já. sem stuttu Katrínu. Já, Þeir stökkva á svona hluti. já. Já, það er ekkert bara mokkin alltaf svo stuttið hana, en þetta er bara, þú veist, þetta er undirskrift. Ég skrifa Erna Bjarna D. Ég skrifa ekki dóttir. Já. Ég er bara Sigrún Jóns. Já. Ég bandstryks með. Já. Þú veist, En Maggi, hvernig skrifaðu þú? Já, ég MRE bara. Já. Nei, þetta er undirskrift eins og einhver það er sagði, sko, alltaf orðið signature, rafrænt, það er sko. bara getur verið þess vegna eitthvað krass, líku við. Já. Hérna, hjá okkur þessu venjulega fólki, þá er þetta mest rafræna undirskriftir. Já. Við erum að gera eitthvað, kaupa bíl eða hús eða eitthvað. Já. Það er það rafræna, sko. Það er ekki nema svona stóðmenni. Með fyrirmenni eins og Daði Oddsson kalla sig og sína. En fyrirmenni. En þau skrifa svona GMMTNNM. Þetta er þeir sem að þurfa að undirrita svona skjöl og gera það með skammstöfun og það þarf að vera svolítið flott. Já. Ég sé þess að undirskrift Davíðs að hún hékk á spjaldi sem var upp í útvarshúsi og er kannski að þá fyrir sem borgin er að veita viðurkenningu fyrir góðan frágang á lóð og eitthvað svona og það er þessi undirskrift Davíðs og hann nota feitan penna feit, þetta er mjög stórt þetta er mjög svona autoritíst sko maður tekur alveg eftir þessar undirskrift en ef þú vissir ekki hver var að skrifa þá myndir ekki vita neitt fyrir hvað þetta stæði það þarf að prenta nafnið hans undir til að ráða fram úr þessu sko. En hérna sko Donald Trump enn aftur sko. Það voru einhverjir sem voru að skemma Teslur og Trump túlkar það sem hryðjuverk. Já. Sýnir hans mat á lífinu. Eða er það hendar? Þetta er bara skemmtaverk. Já. Þetta er skemmtaverk bara. Þessi Enoch Musk er náttúrulega algjör fígúra. Já. Fólk svona með tillögurna sem hann er með í niðurskurði heima fyrir og svona. Já. Hann er fígúra en svo er hann líka náttúrulega þessi maður er náttúrulega búin að raka saman auð og byggja upp alls konar starfsemi sem að sýnir líka einhverja snilli á sama tíma. Meir þess að geimför. Já. Já, hann dreymir að senda fólk til Mars. Já. Sem er nú frekar óyndislegt ferðalag. Sko þetta, ég var að lesa mig til þetta, þetta er eins og að vera svona í Toyota Corolla í 1,5 ár. Já. Ekki spennandi? Nei. Heyrðu, en Maggi, áðan voru við að tala um það. Þið eru að fara að koma saman, Þokkafót. Já, akkurat. Þetta var svona úlingasveit, eða hvað? Það voru ekki kornungi þegar byrjuðu? Jú, við vorum svona rétt inn að við 20. Já, við vorum 3 Seyðfirðingar, sko, og við höfum verið að spila meira og minna frá því við vorum úlingar, sko, í skólahljómsveitum og svona þess. Já. Og ég byrjaði að snemma líka að spila með harmoníkuleikurinn sem þóttu nú ekki smart á þeim tíma þegar allir voru að safna hári. Já. Og spila bítlamúsík, en ég lærði nú samt heldur mest af því, spila með Nikoló. Og var það á Seyðisfirði líka? Já. Ágætis músíkantar, sko. Og varst þú á harmoníku líka? Nei, ég hef spilað bassa. Já. Nei, og svo bættist 4. maður í hópina frá Hveragerði, Halldór Gunnarsson. Já. Og þá vorum menn komin hingað í skóla, hingað suður, Já. tónlistarskóla og háskólan og svoleiðis. Og þá byrjuðum við að spila hérna einmitt oftast fyrir einhver partí í háskólanum. Já.
svo líka á einhverjum opinberum fundum og þetta óttur svona vinstri sinnað. Já, einmitt. Litli kassar, það er vinstri kassar, sinna lag. Þetta er orðið klassíst, þetta er sungið á öllum barnaheimilum og dagheimilum og sjálfsagt elliheimilum líka. Já. En hvað hérna, nafnið er flott, Þokkabót. Já. Og þið voru bara vinsælir, það er. Já, þetta seldist ákveðlega þessar plötur. Við vorum ekkert mikið að spila opinberlega. Það var ekkert mjög mikið, menn voru svona sitt í hver áttina og svona. Þetta en við hittust til að gera, ég var með á 2 fyrstu plötunum, síðan breytist mannskapurinn og það verður mannskapur, ég og Gylfi fórum út og kom aðrir í staðinn og það voru gefnur út 2 aðra plötur, þannig að þessi tónleika verður tvískiptir, fyrir hlið eru fyrir 2 plötunar, sem skiptur mannskap og það koma 2 seinni plötunar. Þessu verður ræða þannig upp, en það er löngu uppselt, sko. Og, þetta er fínt hús, Salurinn, eða ekki? Salurinn? Já, að spila. Mjög fínt að spila þar. Ég verði þar nokkur sinnum. Og þessu er einlega mjög vel stjórnað. Hvað var það alltaf umfang, umgengni og tæknimál. Þetta er mjög elegant og flott. En þetta er hérna Gunnar I. Birgisson, fyrrverandi bæjarstjóri sem að stjórnaði þessu. Já, hann gerði það. Já, og Gerðarsafnið, sko. Gerðarsafnið. Þannig hann var ekki alveg ónýtur fyrir Kópavogsbúa. Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Ekkert gallalös fyrir einhverju margir aðrir, sko, eða margt annað fólk, sko. En eftir stendur þetta. Það er ekki skemmtilegasti bæjarstjóri sem að Kópavogsbúar hafa haft. Jú, hann var heldur skemmtilegur. Já, gaman að. Ég þekkti hann, sko. Já. Og svo voru við einu sinni, konurnar okkar unnuð saman og svo var einu sinni ásatíð og hann að það segur hann. Svo hérna segir hann allt inn við mig, er þetta ekki Brown Sugar? Jú, þá rauk hann til að dansa, sko, hann var svo mikil Rolling Stones að þetta. Okay. Er þetta ekki Brown Sugar? Og leta ekki sitja til líka á dansskólinu, sko. Nei, hann var nýttinn í tilsvörum og skemmtilegum maður. Kall, maður las ævisöguna sig tíma, það var langt síðan, ég man hann ekki, það var gaman að lesa hann allavega. Já. Stór og mikill, svona, fór mikið fyrir honum. Já, blessi sér minning hans. Þetta, sko, þetta er þó eftir þessa bæjarstjóra tíðans. Já. Herriði, ég ætla nú að tala um eitthvað meira, hvert er ég komin? Herriði, já, það er eitt hérna sem mér finnst, hérna, það er, ríki var sýknað í hérna út af Skuggasundsmálinu, veitum hvað er að tala? Já. Þegar voru mótmæli í Skuggasundi, þegar að ríkisstjórnarfundir voru haldnir þar. Já, ég man. Já, og þá voru fólk að mótmæla og lögreglan tók, sko, ofsalega á þeim og með þess að segir einhver, sko, löggan í búkmyndavilna sína, sko, að það sé svo gaman að taka á þessu fólki og þeir dróðu þarna eftir stjettinu, svona, mér finnst þetta óþart, sko, það var ekkert verið að, sko, fara neina mýkri leið og svo stefnir fólkið fyrir það að hafa gert það, en þá er ríkið bara allt í lagi. Sýknað. Já. Hann er auðvitað að segja mikið um þetta, ég maður ekki séð dóminn eða mikið af þessu. Nei, dómsorðið. Já, það er fyrirsögn og fréttum fyrir hátti í morgun. Vissulega. Nei, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn eins og ég finnst eitthvað svona réttur okkar til mótmæla á að vera nokkur, sko. Já, en á móti er náttúrulega líka bera hlýða fyrir mælum lögreglu og svo er eitthvað djabæð þarna á milli sem þarf að finna. Jú. Ég er ekki að verja það að sé eitthvað látin ósmeklu að líffallum fólk sem að nýtir sér þennan rétt ef svo má segja, sko. Hafið þið tekið þátt í mótmælum? Já. Ekki þessum seinni, nei. Já, mótmælum. Bara á... Ég var 14 ára 68 og hitti þá Steini í rúðu í sovjerska sendiráðunni í Garðastræti og svo mjög glaður en svo ég lögna og kom hlaupandi að mér en ég komst yfir veggin og slapp svo leis. Það er mín árangur, sko. Mér finnst það alltaf svo tvæntuð þetta. Já, það er hérna, náttúrulega búsaldabyltingunni, hún var svo langvarandi, það er ekki hana hægt en það er ekki þátt í því. Nokkur ár.
á Austurvelli. Já. Við höfum svo sem sko... Þetta er stjórnarskrárvarinn réttur. Já. Og svigrúmi verður að vera, mér finnst það. Þetta verður að hafa eitthvað þýðingu, eins og þú segir, stjórnarskráin verður réttur. Hann verður að virka. Já, en samt var svona oft mikið undri í búsaldabyltingunni. Það voru margir alveg bálreiðir og auðsaldari hvað þetta færi, sko. Nei, það hefði getað farið úr böndunum alveg og enda með ósköpum. Og nú teft stundum. Já. Geir Jón, náttúrulega Þórisson, sem var svona yfirlökunni, hann var svona prúður maður og svona skildan allir hvað hann var að segja. En mér líka minnistætt fyrir utan stjórnarráðið að þá voru alveg ótrúlega læti og lögreglu búin að stilla sér fyrir framan húsið og fólk var að kasta sko grjótum og svona. Slasast ekki eitthvað lög? Nei, þá komu bara mótmælendur og stóðu fyrir framan vörðu löggun. Og þar held ég að hafi sko orðið skona mikil breyting á mótmælunum. Þá var hægt að amast í löggunum sem var náttúrulega voru enga ábyrgð á þessu ástandi. Nei. Þannig ég held að þetta hafi verið svona sko sjálfskipuð vörn þetta sem að breytti þessu. Ég held að það sé alveg rétt. Og breytti móralum sko. Já, einmitt. Þeir eru náttúrulega voru að missa sitt kannski alveg eins og við hinn og svona sko. Þannig að gátt ekki verið heima að hugga liðið sitt. Þetta var bara standa vaktina gegn okkur líðnum. Já. Ég er svolítið hissaði þegar ég heyri ef maður sér engin mótmæli eða mikil viðbröð við aðgjörunum til að rétta af og leiðrétta íbúðalánasjóðinn. Nei. 651,4 miljardar sem að detta á okkur. Já, rukkun sem kemur inn á ríkiskassan. Og það er nokkuð sem er búið að liggja fyrir lengi en ekkert verið gert í fyrir en að núna. Nei, sko þetta eru á ferðinni pólitísk mistök sem aldrei verður refsað fyrir. Nei. Það er sko, ég hef heyrt menn og tala þetta til dæmis, ef þetta hefði gerst í Þýskalandi eða Bretlandi eða Frakklandi, þá væru þessi pólitíkur sem fyrir rétti. Já. En það verður aldrei hér. Aldrei. Nei. Kannski einhvern tímann, vonandi. Erna, hvað segir alltaf það? Já, ég ætla að segja sko, sem falla okkur, ef að hinn kosturinn er að sjá að lífeyrisþegar tapir réttindum. Já, akkurat. Já, en sko að hafa lagt í þetta ferðalagi náttúrulega stóramálið. Það er upphafið. Það er pólitísku mistökin, en það sem stöndum fram fyrir í dag er bara hvernig á að skipta skellinum. Sko. Já. Því þetta er sko, ég heldur að hafa verið bróðurinn sem að reiknaði út að það var 1,67 milljónir á mann, á hvert mannsbarn í þjóðskrá Íslendinga. Já. Þetta er búið að blasa við lengi, sko. Já, en ekkert fyrir gert fyrir núna. Já, þetta byrjar þarna, byrjar þetta ekki 2022 líklega sem að þessi umræða fer á stað. Já, það er að Bjarni tala um að láta eldri borgar að bera þetta. Já. Það var nú bara þannig. Já, ég satt í stjórn á lífeyrissjóði þessum tíma. Þetta var auðvitað að borðum þar. Já. Það var bara þannig. Já. Og það hefði verið alveg geysileg skerðing langa tíma. Ég man ekki hvað, þetta var eitthvað yfir 10% sem þetta gæti haft áhrif hjá sum og sjöðum, sko. Já. Sem er mikið. Nei, maður heyrir einhver mótmæla þessu ekkert sérstaklega, sko. Það er eins og við tökum þessu bara eins og hverju eru hundsbytti. Já. En byltingar verða nú yfirleitt ekki nema fólk sé farið að svelta. Það vanti brauð. Já. En þannig að það verður engin bylting út af þessu. Nei. Þetta er bara, við erum bara að býta í þetta. Já. Þetta er fólk sem við kusum til starfa á sínduma, eða ekki, sennilega ekki, ef maður hver hérna. En ég vil ekki að fara að segja þetta gott, klukkan gengur á okkur. Ég ætla að þakka fyrir komuna. Takk fyrir. Erna, Magnús og Sigrún. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.